Frönsk fræði, grunnnám í frönskum fræðum. Hvað er það? Það er fjölbreytt. En hvað erum við að gera í þessu námi? Ég myndi líka þessu við svona tveggjalega tertu. Annars vegar erum við að skoða fræðin sem koma við bókmenntir, menningu og sögu. En hins vegar erum við að vinna með tungumáli sjálft sem viðfangsefni, málfræðina, hljóðfræðina, uppbyggingu texta og svo framvegis. Ég valdi frönsku í fyrsta lagi af því að mér finnst franska ofsalega heillandi tungumál og hefur alltaf þótt að mjög dulúðugt og spennandi. En líka af því að það skiptir máli núna að vera þrítengdur. Það er ekki nóg að tala ensku. Það skiptir máli að kunna tjá sig á fleiri en einu tungumáli. Og ekki bara að geta talað við aðra á móðurmálinu, heldur líka að hafa menningarlæsi. Ýmsar námsleiðir eru í boði í grunnnámi, 180 eininganám, 120, 60 sem aukagrein og svo hagnýtarnámsleiðin. En mér langar aðeins að segja frá hvað við erum að gera á fyrsta ári til dæmis í grunnnáminu, hvar eru áherslurnar hjá okkur. Og þær eru að gefa nemendunum góða þjálfun í færniþáttunum 4. Það er skilningur og tjáning á rituðu máli og skilningur og tjáning í töluðu máli. Í sambandi við talaða máli þá notum við til dæmis leiklistarnámskeið. Við notum leiklistina til að ýta undir tjáningu og laga framburð og svoleiðis. Calender, c'est vrai en vrai, oui. Ah non, c'est sortir par la bouche. Sortir par un autre conduit. Og líka líkjum við eftir blaðamannafundum. Tungumálanám er mjög gefandi nám og þroskandi. Nemandinn hann er að vinna með sjálfan sig. Hann er að taka áhættur. Hann gæti uppgötvað annan sig sem er mjög áhugavert. Og þetta er mjög styrkjandi fyrir sjálfsímyndina. Og nemandi eða einstaklingur sem lærir annað tungumál, hann býr alltaf að því. Hann stækkar einhvern veginn við það, ef ég má segja svo. Hvað getum við svo gert við þessa frönsku? Ég myndi segja allt, það er að gera allt með frönskuna. En til dæmis, til að gefa dæmi, það eru þýðingar, alltaf þörf á þýðendum, túlkum og alþjóðasamskiptin. Og í sambandi við alþjóðasamskiptin, þá vil ég bara minna á að franskan er miklu meira á stærra heldur en bara Frakkland. Hún er töluð í 55 ríkjum heimsins, yfir 200 milljónir tala þetta tungumál. Á hverju vori fer nemendafélagi til Frakklands eða annars frönskumælandi lands og þetta eru ólýsanlegar ferðir og þú lærir svo margt og flestir sem fara, þeir geta aldrei farið bara einu sinni. Ég fekk það boð að fara til Tógó sem túlkur einu sinni, hafði aldrei komið til Afríku. Þarna var ég komin í framandi land og gat tjáð mig og haft samskipti við alla. Það var mögnuð reynsla. Skiptinámið, það er eitthvað sem flestir nýta sér og svo reynsla sem að þú færð af þessari góðu blöndu af sterku félagslífi, góðri kennslu og skemmtilegu skiptinámi og þeirri reynslu sem fylgir því að búa erlendis innan málsvæðisins. Þetta gefur þér ómetanlegt ferðanesti út í atvinnulífið. Og að lokum þá vil ég segja að tungumálanám er forsenda á samtali við umheiminn. Og samtali við umheiminn ýtir á samskipti, betri samskipti og vonandi á endanum að betri heimi.